sem var fagurt, frítt og undurblítt. Finnst mér eins og mótast hafi alveg upp á nýtt. Út græna grundu eins og lömbin smá, geysast ungir sveinar ýmist þráðbeint eða á ská. Meira má nú segja, og miklu meira en það. Við erum meiri háttar bollameistarar, bollameistarar, bollameistarar. Við erum meiri háttar bollameistarar, bollameistarar. Drottinn gaf og drottinn tók af sumum það sem dásamlegast var og nú orðið eitthvað að. Undan láta allar sveitir nær og fjær. Við erum hér með Eið Smára Guðjónsson á pollamótið hús. Hvað kemur til að svona kornungir menn eins og þú að gera á pollamótið hús? Við erum bara að leika okkur í fótbolta. Það er náttúrulega skemmtilega sem til og það sem ég atvinnulaus, ef að má orða það þannig, að þá ákvað ég að slá til og sonur minn að spila á einum, þannig að það hittir bara ágætlega. Þannig að þetta kannski svona, þetta glugginn fyrir þið núna að sína þið svona ef eitthvað gerist. Nú styttist í að íslenski glugginn opni. Já, maður veit aldrei hver að horfa, þannig að það er eins gott að sína eitthvað. Og hefurðu fengið tilboð? Ekki enn, kannski einhver mæti úrslitaleikina, ég veit það ekki. KF fantar leikmenn. Hvísla hérna okkur, KF fantar leikmenn. Þósar næsta sæti, þú ekkert farið að tjekka á hvernig sæniði hjá okkur? Nei, ég hef ekki gert það. Ég satt bara að segja lítið fylgst með íslenska boltanum. Við erum náttúrulega búið erlendis og yfirleitt þegar ég fæ tækifæri til þá fer ég nú bara að horfa á syni mín að spila. Þannig að, en það vonandi að þeir ná að rífa sig í gang. Ég hef full að trú á Lárus Orri sparki í rassinn á þeim. Sem með hvað lið ertu að spila hérna á pollamótinu? Þetta eru bara félagar. Þetta nú mestmegnis Blikar. Þannig að þetta voru svona gamli mótherrar í den, en svo þetta bara svona vinahópur, þannig að ég bara einn af þeim og kynntist þessum strákum aðallega konuna mína, þannig að það bara gaman að því. Eivur, þetta rosalega sérstakar aðstöður, búið að rigna alveg hreint eins og yngis í morgundaginn hérna helgina og færa mjög marga leikinn í búin. Þetta kemur ekki til með að fæla frá og koma hérna aftur síðar? Nei, það gerir það ekki. Ég er nú ekki viss að ég sé tilbúinn að kalla mig Polla officially, en þetta hitti bara svona á í þetta sinn og mjög gaman að taka þátt og ég viss að ég komi hérna einhvern tímann í framtíðinni, hvort að það veri fyrr en síðar. Það eru fleiri deildir, öðlungar og lágvarður og allt þetta sem við getum hoppað upp í þegar tíma framlega stundir. Einmitt, nægur tími. Herru, ég bara vona að hafi notið helgarinnar og takk fyrir komuna og njóttu það sem eftir Já, takk sömuleiðis, takk bara fyrir frábært mót. Já, við erum stödd á pollamótið hús og hérna erum við leikmann Breynis, Anna Hermína. Hvernig búið að ganga? Heyrðu, við erum í krossi, efri krossi, í Ljóninni-deildinni og spilum leik í morgun á móti við IBF Valur, en ég ætla ekki að segja úrslitin, en við fengum hjólustaspil. Þau eru náttúrulega aukatri. Úrslitin skipta ekki öllu máli, sko. Það er að meiðast ekki, hafa gaman og njóta lífsins. Hvað segir, fengu okkur hjólustaspil? Já, hún var ógeðslega léleg, sko, en það kom mark út úr þessu. Þetta var geðveikt, sko. Þannig að þetta nú að gerast þó að fólk sé koma af léttasta skeiði samt á besta aldri. Já, ég hef heyrt orðróm það að þessi gælla var í landsliðinu í fyrra, en já, ég geti þetta líka, sko, bara spurning það að ná heilsu í kvöld, sko. Hvað stendur upp úr það sem að vera í pollamóti? Bara félagskapurinn. Þetta er bara númer 1, 2 og 3, það er félagskapurinn. Þannig að það er ekkert að trufla fólk, þó að truflu auðvitað eitthvað smávegis þegar að veðri fer svona með okkur hérna á Norrlendingi eins og búið að gera núna helgina? Nei, ef við ætlum að fara að kvarta, komin á fullorðinsaldur, þegar flotti krakkar að spila upp á KA-heimili og standa sig eins og hetjur, þá megum við bara bíta í súra epli og bara þegja. Þá förum við fullorðna fólk ekki að vela? Alls ekki, ef við gerum það þá eigum við bara ekkert hingað að gera.
Hefurðu komið áður? Ég búin að vera 12 ár. Það ekkert annað og þú ætlar að halda áfram? Ég hætti ekki fyrir en sko bara þið með búastu mér næstu 10-15 árin í viðbót sko. Við sýndum viðtal hérna í gær sem við tekið við Jóhannes Stengriðsson, Bjarta vonum vakna, hann búinn að mæta á 27 mót, eða það að segja allt frá upphæði, þannig að... Hann frá Mývatni, eða ekki? Hann lengst á austan, jú. Já, ég búinn að fylgjast með þessum manni, hann alltaf með kúrgatinn, já, snillingur. Þetta svona svipað í blakkinu, það alveg 70-75 ára að spila 80. Þannig að þú ert bara í raun og veru bara byrjandi næstu því? Ég bara nýbyrju sko, ég rétt farin að reyma skóna hérna á pólómótinu sko. En þetta alltaf gaman, það þarf samt að skipuleggja aðeins regluna núna með ýmsar reglur. Þannig að allir séu sáttir. Herru, glæsilegt og hérna njóttu það sem eftir lífi helgarinnar. Já, takk fyrir sömuleiðis.